Við skulum þá líta á dæmi af þessari gerð hér, þar sem að formúlan er gefið með gaffalforskrift. Við sjáum við að þetta fall hérna er 0 ef að t er minna en 2 en 12 eftirleiðis. Og við myndum að risa fallritið upp og setja hann tvistinn hérna. Hér er 12. Þá verðum við að teikna þetta hvernig svona. Hér fáum við 0 og hérna fáum við síðan framhaldið. Það er 12. Svona föll eru stundum kallaðar rofaföll. Þess að þetta er dautt á því alveg þangað til klukkan fyrir 2. En þá fáum við 12 sinnum eitthvað. Skoða næsta. Ef við risum það nú upp, þá sjáum við að það er 0, alveg upp að 4. En svo tekur hérna við línulegt fall t mínus 4 frá og með t jafnt og 4. Við setjum nú bara 4 hér inn og sjáum við að þetta lítur svona út. Og svo í C-liðnum þá höfum við hér, þetta er skilgreint á bili frá pi og upp í 7, þá höfum við þrist en 0 annar staðar. Og það er svo mynd af því upp. Þetta er nú kannski að merkja ásann og svona, en við vitum að þetta er tímaás. Þá er hérna með pi, hérna erum við með 7, hérna erum við með þrist og við myndum þá að teikna þetta upp einhvern veginn svona. Já, svona. Þannig að þetta eru þá fallritin. Og hvernig reiknum við Laplace-færsturnar? Það er beint út á skilgreiningu. Þá voru við hreinlega að heilda. Og við lítum kannski bara á bíliðinn og sjáum hvernig við berum okkur að. Segjum það bara laust hérna á bílið. Við þurfum kannski á einni lítilli reglu að halda áður en við leggjum í hann. Við kunnum hliðrunarreglu fyrir heildi. Það var þetta svona hérna nú heildi yfir eitthvað bíl. Og hérna höfum við eitt hvert fall, f af t, dt og segjum nú sem svo að við þurfum eða viljum einhver hluta vegna að byrja að heilda annars staðar heldur en í a. Og þá getum við, hreinlega, segjum við viljum bara byrja í 0, það henta þessu verkefni. Þá getum við dregið a hér frá. Þá erum við líka að gera það hér. Þá erum við búin að færa bilið til. En á móti verðum við þá að bæta við a hér. Svo aðeins sjá af hverju þessi regla er ósköp eðlileg. Þannig að við byrjum að þetta er 0. Hér hefur b mínus a. Þá hefur við f af t plus a hér dt. Við höfum notað þetta margoft. Við bara reyndum þetta aðeins upp fyrir summur. Setjum sem svo að við vildum. Hérna skulum við bara byrja að telja í einum og taka n marga liði. Setjum hér bara inn formúlu, einhverja svona sem er þægilegt að sjá út. Og svo þegar við setjum k-in inn, þá er fyrst k í 1 og við fáum 1 í öðru sem er 1. Svo setjum við k í 2 og þá fáum við 4. Svo er k í 3 og þá fáum við 9. Og svona kolli. Þannig erum við búin með alla liðina en marga, þá fáum við n í öðru. En ef við þyrftum nú einhverju hluta vegna að byrja að telja í 0. Alltaf fjöldi liða verður að halda sér. Þannig að við höfum enn marga liði. En almenni liðurinn, það bætist á við hann, þessi ás sem við tókum frá talningunum. Og
getum prófað að rekja okkur upp. Fyrst setjum við k jafnt á 0. Þá fáum við 1 hér og hann kemur endaveldi. Svo næst k-ið 1. Þá fáum við tvist hérna og 2 í öðru 4. Svo setjum við tvist hér inn. K-ið 2. Þá k plus 1 3 og við fáum 9. Og svona höldum við áfram. Þangað til við setjum inn síðasta liðin. Setjum hann bara inn. Hann n mínus 1 pluss þessi hás hér í öðru. Og þetta er alveg það sama. Þessi hérna röð og þessi. Þá notum við þetta þegar við byrjum að reikna. Við leggjum þá á stað og við höfum f af t og það gefið með þessum gafli hérna er 0. Ef t er minni en 1 og að því við erum að reikna Laplace-færslur yfir föll sem eru skilgreind á jákvæðu tímalínunni, þá höfum við engar upplýsingar það sem þarna er og þessi föll brjóta ekki í bága við það því að þau eru 0 fyrir neikvæðan tíma. Þannig að það er svona eðlilegt að hafa þau einhvern veginn svona og það má jafnaðarmerki hér ef við viljum líka. Þannig að skrifum þetta þá bara aftur upp, t mínus 4 ef t er stærri eða jafnt á 4. Myndin af bílinu við þá þarna fyrir ofan. Og svo þegar við setjum inn skilgreininguna þá fáum við Laplace af f af t í breytunni s. Þá setjum við inn í skilgreininguna. Við fáum hér að tíminn byrjar í 0 pluss óvandarlegt veldinu mínus st f af t. Og hér í 4 á brotnar ferillinn. Þannig við skulum setja bilskiptipunkt þar. Og þá fáum við heildum frá 0 upp í 4 veldinu mínus st. Setjum svo fallgildið inn og það er 0 í t. Og svo höldum við áfram frá og með 4 og upp úr og veldinu mínus st og svo t mínus 4 t og það komin út fyrir. Þannig fyrir liðurinn hér. Já, þetta er náttúrulega núlfallið sem við erum að heilda og þægilegasta stoppall núlfallsins er náttúrulega bara 0. En svo kemur náttúrulega heildunarfasti, þetta var ókveðin heildun, þannig við fáum heildunarfasta. En í ákveðin heildinu, þegar heildum yfir fastafall, er alltaf sé og þau setja 0 þá fáum við sé, þá fáum við hvort þið er alltaf 0 og við saman hvernig lítið á þetta. Þannig við fáum þá 0 og eftir stendur að þurfum að greiða úr þessu hérna. Við skrifum það. Þá skulum við bara nota þessa reglu beint. Tökum 4 af heildismörkunum, báðum. Það er komin í 0 hérna. Og svo óvandarlegt, mínus 4, það er áfram óvandarlegt. Og svo setjum við inn hlirnina í staðin fyrir, við þurfum alltaf að bæta þá 4 við tíman, þannig við fáum t pluss 4 og svo þegar við setjum t pluss 4 hér og þá fáum við bara t, þannig að dragast 4 frá, þannig við hér t við t, svo fáum við hérna mínus st sinnum mínus s sinnum 4. Það er ekkert t hér í seinnilinum og við meðum taka hann út fyrir heildi og þá fáum við í veldinu mínus 4s og svo þetta heildi
upp í ljós og vandalegt. Við vorum að stilla þessu upp þannig við segjum Laplace-færslu og fáum hérna e í veldinu mínus st og svo hérna t og svona bara því það lítið eftir á blaðinu þá sjáum við nú samt að þetta ekkert annað heldur en Laplace af t á hér e í veldinu mínus 4s yfir s. Nei, þetta er tími ekki fasti. Þetta er tími fóm s í öðru, svona. Og svo ættum við að velta því fyrir okkur hver almenna reglan væri. Við kunnum til dæmis að reikna þetta hérna, þetta hefði bara verið tíminn, en ef við hliðrum tímanum til hægri einhverja tiltekna tölu, t0, þannig þá 4, og við þekkjum Laplace af tímanum sem er 1 móti s í öðru, hvernig kemur tímahliðrunin inn í formúlu, getur þessi reikningar gefið eitthvað til kynna hvernig formúlan lítur út almennt. Og kannski, því þetta stendur nú hérna, kannski á nokkur orðið þetta hérna aukadæmi, það er þetta næl sér hérna í 10% bónus eða 10 stig, hvernig á að hugsa þetta, þá er engin list þetta hinga til, þannig þetta er kannski bara svona undirbúningur fyrir það að sjá hvað gerist ef við verðum með Fourier-færslur eða búin til Fourier-raðir. Maður ætti að hugsa þetta þannig að við höfum eitthvað fall gefið, eins og þetta hérna fall í bjölinum, eða kannski mátt velja þægilegra fall því að þetta verður svona dálítið mikil formúla. Þannig að við skulum segja að þessi gefin 10% ef þetta er hægt, en allt í lagi. Það ætti þá að hugsa þetta þannig eins og kannski þess og þarna falli sem gefið er að heildum hérna 0 upp í 2 tvisturinn og förum síðan upp eftir leiðis en bara upp í 4, hann er hér í fjarki og þegar við erum talað lotubundið fall og þá er bara gefin ein lota hérna en þetta orðalag þýðir að við erum að endurtaka taka afrit af því sem gefið þér og búa til formúlan sem býr til lotubundið fall úr þessu og við erum það líka að fara í þess átt. Því ef að þetta fall okkur er gefið til að setja hérna fall og það ætti ekki á lotubundið, þá er þessi líður hérna ekkert með. Þessi hérna líður gerir þetta lotubundið fyrir okkur. Og lotubundið fall er jú einhvern veginn þannig, ef að lotan er stóra t, að f af t pluss stóra t er f af t. En þetta er nú svo sem ekki þess að áhyggjur af, þetta er svona meira til yndisauka heldur en nokkuð annað fyrir það sem að treysta sér í þetta, svo skoðum við þetta betur með Fourier.